Komið sælir og blessaði kæru tvíburar. Hér eru spilin ykkar. Tvíburar góðir. Það er eitthvað mikið að fara að gerast í ykkar lífi á næstunni og hafi gangurinn verið hægur þá er núna að verða breyting þar á. Það er að koma mikil orka, mikil hraði inn til ykkar og það hefur eitthvað að gera með annaðhvort nám eða vinnu eða hvoru tveggja. Hérna er verið að tala nám eða útskrift í einhvers konar skóla. Ég veit ekki hvenær þið sjáið eða hlustið á þetta myndband, hvort það sé einhver útskrift í gangi eða hvað. En ef til vill eru þið bara í einhvers konar útskriftarferli varðandi að ganga frá eða nýta einhverja lausa enda. Kannski eru þið bara að læra í skóla lífsins, það gæti líka verið. Hlutirnir eru allavega að fara að ganga upp. Þeir sem hafi verið að sækja og eru að bíða eftir svari, þið megi að vona á að það gerist alveg bara á næstunni. Og svo er það varðandi vinnu, þeir sem eru að skipta vinnu og hér er verið að tengja saman nám og vinnu með einhvers konar miklum krafti og miklum hraði. Og þá kemur upp í hugan annaðhvort nám með vinnu, vinna með námi eða hvernig sem ég vilji túlka það. Nú eða hreinlega það sem í mínu ungdæmi var kallað staðnám eða staðlota eða er kannski kallað það enn þetta í dag. Það er að segja verknám, sá partur af skólanámi sem að fer yfirleitt fram á einhvers konar stofnun eða verksmiðju eða fyrirtæki sem að nýtist ykkur í skólanum. Þannig að þetta er það sem er að koma núna hjá ykkur kæru tvíburar. Og þetta gæti komið á óvart vegna þess að hraðinn er svo mikill eða orkan á bakvið þetta, mikill kraftur. Kannski er þetta eitthvað sem að þið hafi alls ekki átt von á, voru búnir að gleyma, en dúkkar allt í einu upp. Þetta þarf ekki endilega að vera varðandi ykkur sjálfa, þetta gæti verið einhverji sem að stendur ykkur nær, ungmenni, í ykkar lífi eða í ykkar einsta hring. Nú eða bara eitthvað tækifæri varðandi vinnu sem að skyndilega kemur upp í hendurnar á okkur og veitir ykkur tækifæri til að læra meira eða bæta við ykkur þekkingu eða auka þekkingu ykkar. Og af því að það eru þessi verkfæri hér, þá dettur mér í hug byggingavinna, ýmiss konar arkitektúr, allt sem hefur að gera með teikningar og svona verkefni þar sem þarf að mæla og vinna af hendi miklu nákvæmnisvinnu. En þetta getur samt sem áður verið hvaða atvinna sem er. Ok, svolítið bara skýrt og skorinort. Þið fáið ef til vill eitthvað annað út úr því að sjá þessi spil eða þessi skilaboð og ég á tilfinningunni að sumir ykkar vita nákvæmlega hvað þetta er, sem er bara jákvætt. Einhver ykkar eru kannski að fara að byggja Parísarhjól. Þetta er jákvæð og sterk og flott orka sem kemur með þessu.
Við fáum hérna einn engil að lokum. Já, og það sama spil og eitthvað annað merki fékk hérna áðan. En það spilið Vertu þú sjálfur. Það bara verið að leggja áherslu á það að þið setið ekki upp neina grímu eða þykist vera klárari, vitrari eða betri en þið eruð. Það sem á eftir að hjálpa ykkur og koma ykkur lengst varðandi þetta mál bara að vera þið sjálfir, kæru tvíburar. Og þannig eruð þið sterkastir, þannig mun greiðast best úr málum hjá ykkur og þannig verður útkoman ykkar sem jákvæðust og best. Og það á náttúrulega bara við í flestum stöðum, við flestar athafnir í lífinu, að vera maður sjálfur vegna þess að ekki alltaf sagt að sannleikurinn sé sagna bestur og ef að maður lýgur ekki þá þarf maður aldrei að muna neitt, heldur bara þá gerast hlutirnir bara, þá flæða þeir bara áreynslulaust. Þetta svona minnir mig á það. Ok, kæri tvíburi, ég vona að þetta færi þér einhver svör. Ljós og kærleikur.